Bæjarfulltrúar í Kópavogi krefjast afsagnar bæjarstjóra en ný skýrsla bendi til að viðskipti bæjarins við dóttur hans séu hugsanlega lögbrot. Að öðru, viðskipti Kópavogsbæjar við dóttur Gunnars Birgissonar bæjarstjóra eru hugsanlega lögbrot. Þetta er niðurstaða skýrslu endurskoðenda fyrirtækis viðskiptin. Bæjarfulltrúar minnihlutans krefjast þess að Gunnar víki. Lillý Valgerður Pétursdóttir. Í dag birti endurskoðenda fyrirtæki Deloitte úttekt á viðskiptum Kópavogsbæjar og fyrirtækisins frjálsrar miðlunar á árunum 2003 til 2008. Fyrirtæki frjálsmiðlun er í eigu dóttur Gunnars Birgissonar bæjarstjóra í Kópavogi og eiginmanns hennar. Skýrslan var unnin eftir að minnihlutin í bæjarstjórn Kópavogs sakaði Gunnar óeðlileg viðskipti við fyrirtækið. Viðskipti bæjarins við fyrirtækið námu tæpum 40 milljónum króna á 6 ára tímabili eða 6,5 milljón á ári að meðaltali. Það bendir til að lög opinber innkaup hafi verið brotin þar sem viðskipti við félag á 4 ára tímabili fara langt yfir þau 10 milljón króna mörk sem sett eru í lögunum. Þá kemur einnig fram í skýrslunni að almennt virðast ekki að hafa verið gerðar verðkannanir eða leitað tilboða í verkefni sem fyrirtækið vann fyrir bæinn. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar og Vinstri grænna vilja að Gunnar víki vegna málsins. Ég finnst eðlilegt að segja af sér, axli sína pólitísku ábyrgð og segja af sér. Meirihlutin í Kópavogi er skipaður sjálfstæðismönnum og einum framsóknarmanni, Ómari Stefánsyni. Hann vildi ekki svara því í dag hvort að Gunnar neyti enn hans stuðnings og vill fara betur yfir skýrsluna áður en hann svara því. Gunnar sjálfur segir skýrsluna gagnrýna ákveðna hluti í bókhaldi bæjarins. Síðan er því haldið fram að það sé hugsanlega lögbrot að ræða varðandi innkaup. Ég fullyrði að það sé nú ekki. Ný lög voru samþykkt þetta fyrir 1,5 ári. Ætlar að víkja úr embætti? Það er alltaf þeir vilja fá mig í burt og búin að vilja það lengi. Það er ekkert nýtt. Ég hef ekki hugsað með það og ég veit ekki hvað ég til sakarinn í þessu máli. Lög voru hugsanlega brotin í viðskiptum Kópavogsbæjar við fyrirtæki dóttur bæjarstjórans. Þetta er mat endurskoðunarskrifstofunnar Deloitte. Óásættanlegir viðskiptahættir, segir bæjarfulltrúi Framsóknar. Endurskoðunarskrifstofan Deloitte telur hugsanlegt að viðskipti Kópavogsbæjar við frjálsa miðlun á árunum 2003 til 2008 séu brot á lögum. Bæjarfulltrúi Framsóknar segir viðskiptahættina óásættanlega. Í skýrslunni eru viðskipti Kópavogsbæjar við frjálsa miðlun fyrirtækis dóttur Gunnars Birgissonar bæjarstjóra harðlega gagnrýnt. Í skýrslunni kemur fram að viðskipti Kópavogsbæjar við frjálsa miðlun námu rúmum 39 milljónum króna á 6 ára tímabili eða 6,5 milljónum króna á ári. Það bendir til þess að ákvæði laga opinber innkaup hafi verið brotin þar sem viðskipti við félagið á sambærilegri þjónustu á 4 ára tímabili fari langt yfir 10 milljón króna mörkin sem settur í lögunum. Í niðurstöðum Deloitte viðskiptin við frjálsa miðlun segir enn fremur að almennt hafi ekki verið gerðar verðkannanir eða leita tilboða í verkefni sem frjáls miðlun hafi unnið fyrir bæinn. Því geti viðskiptin við fyrirtækið hugsanlega verið brot á lögum opinber innkaup. Þá virðast reikningar frá frjálsri miðlun í mörgum tilfellum bókaðir á ranga bókhaldslykla í fjárhagsbókhaldi, auk þess sem ekki hafi verið gerðir skriflegir verksamningar vegna verkefnanna. Deloitte bendir enn fremur á að reikningar frá frjálsri miðlun fullnægi ekki skilyrðum virðisauka skattslaga sundurliðin upplýsinga. Afmælisrit sem dóttir bæjarstjórans vann fyrir Kópavogsbæ segir Deloitte að það veki athygli að frá 23. mars árið 2005 hafi bærinn móttekið og greitt 6 reikninga frá frjálsri miðlun vegna ritsins þrátt fyrir að því virðist ekki vera lokið. Enn fremur liggi ekki fyrir aðrar afurðir en drögin að uppsetningu sem hafi verið prentuð út 23. mars 2005. Í skýrslunni er sérstaklega áréttað að bæjarstjóri beri ábyrgð á rekstri sveitarfélagsins enda sé hann prófkúruhafi. Guðríður Arnardóttir oddviti Samfylkingarinnar í bæjarstjórn segir að nú þurfi meirihlutin að svara því hvort bæjarstjórinn njóti trausts. Sá meirihluti er náttúrulega sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur og þetta er meirihluti á einum manni. Þannig að sá meirihluti þarf að spyrja sig og það þurfa allir þeir einstaklingar að gera það hvort að þeir treysta honum áfram til þess að vera bæjarstjóri. Ómar Stefánsson bæjarfulltrúi Framsóknar ætlar að kalla saman fulltrúaráð flokksins á morgun eða hinn til að ræða málið. Það er engan veginn ásættanlegt að svona viðskipti séu stunduð undir þessu formerkjum sem er að koma þarna fram í skýrslunni. Hvernig svona metur meirihluta samstarfið núna? Það eru 5 bæjarfulltrúar í Sjálfstæðisflokknum sem við höfum átt gott samstarf gegnum tíðina. Það er bara í þessari skýrslu koma fram hluti sem maður þarf að velta fyrir sér og taka afstöðu til.
En þú vilt ekki segja hvort þið finnst henni að víkja eða ekki? Já, ekki eins og staðan núna, þá ætla ég ekki að tjá mig neitt það. Hér hjá mér Gunnar Birgisson, bæjarstjóri í Kópavogi. Gunnar, í ljósi alvarleika skýrslunnar og þessara hagsmunatengsla, ætlar þú sem æðsti embættismaður bæjarins að axla ábyrgð með einhverjum hætti? Ég náttúrulega axla ábyrgð á gjörðum hér bæjarstarfsmanna síðan ég tók við sem bæjarstjóri 1. júlí 2005. En varandi það mál sem beinist nú bera hæst í þessari skýrslu sem annars nú svona ábendingar bókhald og færslur á lykla og annað sem megi betur fara, að afmælisritið var á ábyrgð afmælisnefndar sem var stofnuð afmæli bæjarins hérna árið 2005 og ég hef skrifað formanni hennar, þáverandi formanni, bréf þar sem ég óska eftir skýringa á þessu. En málið mjög alvarlegt. Ég átti viðtal við bæjarfulltrúa Framsóknarflokksins sem í samstarfi við ykkur. Hann segir þetta óásættanlega viðskiptahætti og hefur ætlar að kalla saman sitt fulltrúaráð á morgun eða hinn. Ég fari svo, Gunnar, að meirihluta samstarfið hvíli á því að þú víkir úr bæjarstjórastóli. Kemur það þá til greina af þinni hálfu? Nei, það gerir það nú ekki. Ég hef ekki til sakunni í þessu máli þannig. Þessi viðskiptahættir ekki óeðlegir samkvæmt skýrslunni, það bent á það að menn hefði átt að bjóða mér út eða fara í verðkannanir, en það liggja fyrir yfirlýsingar frá starfsmönnum sem höfðu viðskiptafyrirtæki þeir hefðu gert það og þannig að ádeilan var nú það frá mínum pólitísku andstæðingum að þetta fyrirtæki hefði fengið greitt fyrir verð sem það vann ekki, en með þessari skýrslu það komið ljós og svo ekki. Þakkaði fyrir þetta, Gunnar, og það verður meira rætt við Gunnar í Kastljósinu hér á eftir fréttum. Líklegt að lög hafi verið brotin í viðskiptum Kópavogsbæjar við fyrirtækið Frjálsa miðlun sem í eigu dótturs Gunnars Birgissonar bæjarstjóra. Auk þess hafi reglur útboð og sundurliðun reikninga verið brotin og reikningar færðir á ranga bókhaldslykla vísvitandi. Minnihlutinn í bæjarstjórn Kópavogs kallar eftir afsögn bæjarstjórans og oddviti Framsóknarmanna sem mynda meirihluta ásamt sjálfstæðismönnum vill ekki svara því hvort bæjarstjórinn njóti trausts. Gunnar Birgisson verður gestur okkar eftir augnablik. Við byrjum á Gunnari Birgissyni, bæjarstjóri í Kópavogi, sem sestur hjá Helga. Velkomin í Kastljós, Gunnar. Takk fyrir. Við skulum aðeins byrja bara á þessu viðtali sem var við Ómar Stefánsson, oddvita Framsóknarmanna í fréttunum hérna áðan. Þar talaði að þetta væru óásættanlegir viðskiptahættir í þessu tilfelli og neitaði raun og veru eins og hann hefði gert í fréttum Stöðvar 2 líka að svara því hvort að þú nytir trausts hjá Framsóknarmönnum til þess að vera áfram bæjarstjóri. Eru menn á harða hlaupum undan þér og það ekki til massu það hversu alvarlegt þetta máli? Ég hef ekki orðið var við það. Samstarf okkar sérstaklega Framsóknarmanna hafa staðið í 19 ár með miklum ágætum og þetta hefur gefið á bátinn eins og það hefur verið, ég hef nú lent í svona svipuðu fyrir einhverjum 10 árum síðan og þetta standa menn sama þegar svona ásakanir koma, þetta náttúrulega vera pólitískum toga. En þeir eru ekki að standa með þeir núna, miðað við það sem þeir segja. Ja, þeir hafa ekkert gefið neitt út það. Nei, hann neitar að svara því. Bendir það ekki til þess að það sé nú einhver efi í hans huga en það hvort þú njótið trausts hjá hann? Ég get ekki svarað því. Hann voru að spyrja hann betur en það en okkar samstarf hefur verið miklum ágætum mín og Ómars. Ég hefur ekkert yfir því að kvarta. En ertu ennþá jafn sannfærður það að þetta mál sé allt saman runnið undan rifjum pólitískra andstæðinga þinna og þú varst áður en að þessi skýrsla kom út? Já, ég fagnaði nú sérstaklega að þessi skýrsla kemi til að sanna kemi ljós í málinu því það var að verða að ásaka bæinn eða starfsmenn hans að þeir var að greiða þess ágæta fyrirtæki greiðslu fyrir verk sem voru ekki unnin og í þessari skýrslu ekkert slíkt. Þannig að ég fagna því nú það sem að... En er ekki verið að tala við þessari skýrslu að það sé verið að greiða fyrir verk sem hafi ekki verið kláruð, til dæmis þetta afmælisrit, því skilað þann 23. mars 2005. Eftir það eru yndar á hendi 6 greiðslur til fyrirtækisins Frjálsa miðlunar vegna þessa afmælisrits og þó liggur það ennþá óklárað á bæjarskrifstofunni. Sama má í raun og veru segja eitthvað sem átti að heita gagnvirkt götukort sem var ætlað fyrir VF Kópavogsbæjar og umsjónarmaður vefsins kannast ekki einu sinni við að hafi átt að gera. Það ekki klárað og ekki komið inn á vef bæjarins að minnsta kosti áðan þegar ég kíkti og svona mætti ég í raun og veru áfram telja. Hvernig getur þú þá sagt að það hafi ekki verið greitt fyrir hluti sem
Já, greitt fyrir hluti sem voru ókláraðir. Varðandi afmælisriti sem var ábyrgð afmælisnefndar bæjarins sem var stofnuð í tilefni 50 ára afmælis bæjarins 2005. Sú nefnd hafði fjárveitingu í það verkefni og bara algjörlega ábyrgð á þessu riti sem þarna var. Þannig að bæjarstjórinn sem slíkur, hann ber ekki ábyrgð á störfum þessar afmælisnefndar? Nei, hún var með sér fjárveitingu í þetta og annað slíkt. Ég tek nú ekki við fyrir bæjarstjóra þennan mitt ár 2005. En hluti af þessum greiðslum kemur eftir að þú tekur við? En ég er alvinnilega sammála því að mér finnst það ómögulegt að þarna vinna upp á yfir 3 milljónir króna sem ekki nýtt og ég leita skýringa hversana var þetta reit ekki gefið út. Þetta var tilbúið frá hendi auglýsingastofuna, umbrot og myndir og annað, það vantaði einungis textan inn í þetta. Þannig að mér finnst það ólíðandi að þetta liggi þarna dautt og fyrir vinnu sem við erum búin að greiða fyrir. Og hver ber ábyrgð á því? Það er afmælisnefndin sem ber ábyrgð á því og ég hef skrifað formanni hennar sem þá var bréf þar sem ég óska eftir skýringa á þessum hlutum. En ber ekki líka bæjarstjórinn ábyrgð á því? Felst það ekki í starfinu að bera ábyrgð á því hvernig farið með tjekk eftir bæjarins eins og í þessu tilfelli? Ég geri það ekki bara í þessum tilfellum, heldur öllum ber ég ábyrgð en í þessu tilfelli þess að nefndin með sérstaka fjárveitingu og þá verður hún að standa skila því hvað hún ákveður. En varðandi ábyrgð mína sem bæjarstjóri þá náttúrulega ber ég hana hér pólitíska á 4 ára fresti og þá mín verk og mín störf lögð í dóm kjósenda. Þannig að þú berðir nú bara ábyrgð á 4 ára fresti eða? Já, ég ber náttúrulega ábyrgð, ég meina það þá íbúa bæjarins, kjósenda, að hafna mér eða kjósa mig. Þannig að þú ætlar þá bara að leggja þetta mál í dóm kjósenda? Já, eins og mörg önnur. Þetta ekki bara eina málið sem að kemur upp með sem einhver vafum eða deilur eða annað. Það eru mörg mál og bara allt önnum heldur en þetta. En varðandi götukortið sem var skilað frá fyrirtækinu til bæjarins en var ekki sett inn á vef bæjarins og það get ég ekki skýrt hvað sem það var ekki gert. En það er ekki klárt til notkunar eftir þeim upplýsingum sem við fengum frá Kópavogsbæ, þá var það heldur ekki klárt til notkunar á vefinn, þess vegna hefur það að hluta til ekki verið sett inn á vefinn. Hvernig getur þá sagt að þetta sé klárað verk? Já, ég náttúrulega bara að tala við mína starfsmenn og þeir sögðu mér það að þetta væri bara til en það hefði verið ákveðið að setja þetta ekki inn á vefinn þar sem að á sama tíma var tekið í gagnið nýtt landupplýsingakerfi og þess vegna var þetta ekki sett inn. En hvað finnst þér það að starfsmenn bæjarins, og það er nú eitt dæmi um þetta gagnvirka götukort, að starfsmenn bæjarins sé að færa að því virðist greiðslur fyrir samskonarverkefni inn á mismunandi bókhaldslykla og það er nú sagt í skýrslunni að þetta sé gert það oft að þetta geti ekki stafað af einhverjum einföldum misskilningi. Þetta lítur þannig út að það sé einfaldlega verið að reyna að fela þarna greiðslur. Nei, ég held að það sé nú alls ekki. Hver er þá ástæðan fyrir þetta gert? Það sem hér í niðurstöðum skýrsluna, það er benda á atriði sem betur mætti fara í bókhaldi bæjarins og verkferlum og við höfum lagað það og tökum á þessum ábendingum. Nú, eftir að ég tók hér við sem bæjarstjóri árið 2005 að þá er búið að gera hér nýjar innkaupareglur. Það er komið 2-falt uppáskriftarkerfi. Við erum fyrsta bæjarfélagi sem er búin að samþykkja siðareglur bæði fyrir stjórnmálamennina og yfirmenn bæjarins og við erum búin að taka upp gæðakerfi þar sem einmitt þessi ferlar sem er minnst á í þessari skýrslu eru komnir í lag. Þannig að auðvitað á þessum tíma það er ekki allt fullkomið í þessu varandi hvernig menn hafa fært þér á mismunandi lykla, það er náttúrulega kann ekki skýringa á stundum er það þannig að menn eru með lykla og kannski fá reikning þar sem eru kannski nokkur verk inn í því, nokkur hlutar á verkum og síðan eru kannski fjárveitingar einsliðar búin og þá kannski þarf að færa það yfir á næsta leið sem er eitthvað tengdur og þess áttar. Þetta eru 3 færslur inn á mismunandi bókhaldslykla á sömu verkefnunum sama dægingunar. Hvernig getur þú skýrt það? Já, ég get náttúrulega ekki skýrt það verður svo viðkomandi sem keypti þá vinna að skýra það. Hefur óskað eftir einhvern skýringum? Ég mun gera það. Nákvæmlega eins og með afmælisnefndina, ég mun óskað eftir skýringum eðlilega. En það er líka gerðar aðrar athugasemdir. Það virðist
já, og er staðfest í þessari skýrslu, ólíkt því sem þú sagði sjálfur fyrst þegar þetta mál kom upp í TVF á sínum tíma, að þetta hefði að megninu til farið í útboð, að það hefur eiginlega ekkert að þessu farið í útboð, enginn af þessum verkum, það hefur heldur ekki verið leitað eftir tilboðum, að minnsta kosti geta starfsmenn bæjarins ekki sýnt fram á það. Bendir það ekki til þess að þarna sé einfaldlega einhver maðkur í missunni? Lög hafa verið brotin, það hefur ekki verið farið eftir útboðsreglum, það virðist ekki að verið leitað eins og eftir tilboðum og allt þetta tilviljanir að því virðist og þetta eru viðskipti við fyrirtæki dóttur bæjarstjórans. Þetta lítur ekki vel út, Gunnar. Nei, það gerir það ekki og það alltaf vont þegar svona tengdir aðalega nálægt og ekki gott að þess vegna náttúrulega verið að gera málið tortryggilegt. En varandi hvort þessi lögbrot eða ekki. Eins og ég sagði það voru samþykkt ný lög opinber innkaup fyrir 1,5 ári rúmu síðan og væntanlega gildi það nú ekki aftur í tímann. Við erum með innkaupa reglur sem voru samþykktar hér í bæjaráði senast árum 99, síðan höfum við sett aðrar innkaupareglur og við höfum farið til þeim. Í yfirlýsingum frá sviðsstjórnum varðandi þessa fullyrðingu endurskoðandana að ekki verið leitað eftir verðtilboðum þá stendur það þvert í móti að það hefur verið leitað eftir tilboðum, gerða verðkannanir og annað og þessi samskipti við fyrirtæki sem er viðskiptalegs eðlis eingöngu. Þannig að, en auðvitað margt í þessari skýrslu, það er ekki greinlega allt í lagi og við munum taka til þess að reyna að laga okkur og erum búnir að því. En mér finnst töluvert stórt upp í sér tekið að segja að þetta sé hugsanlegt lögbrot, það er ekki lögbrot, þetta er hugsanlegt. En ef ég var að skýra þá held ég að það sé alls ekki. En annað þessu, það er sko, það búið að fjalla þessi mál og það er líka búið að fjalla greiðslu sem voru inntar af hendi frá Lánasjóði íslenskra námsmanna til þess að sama fyrirtækis og í þessari skýrslu er beinlínis, það er allavega gengið nálægt í að fullyrða það að þetta fyrirtæki gangi einfaldlega á verkum frá Kópavogsbæ eingöngu. Getur þú útskýrt það eitthvað nánar? Ég get ekki útskýrt það en þarna er látið í því liggja að Kópavogsbæ sé stærsti kunni fyrirtækisins. Án þess að geta rökstutt málið. Það er gert bara út frá reikningu sem þau gefa út samkvæmt reglum. Það er gert út frá fjölda reikninga. Margir reikningandi geta náttúrulega að vera með smáar upphæðir. Þannig að ég er hræddur að fyrirtæki myndu ekki lifa lengi með, ef Kópavogsbær var aðalkunnin með rúma 6 milljónir árum með vaski þar að segja 5 milljónir og svo er þetta allir vinna, verktakavinna, prófarkalestur, litgreiningar og allt það. Ég er hræddur að þau myndu nú ekki, eða fyrirtæki myndu nú, eigandi þess myndu nú ekki lengi lifa á þengareislum ef þetta var í aðalkunnin. Svona í ljósi þess að eins og þú segir að þetta lítur ekki vel út og þú segir að það sé reynt að gera þetta tortryggilegt. Ég segjum svo að það verði komið upp svo krafa að þú víkir sem bæjarstjóri. Myndu gera það? Ég hef ekki gert rangt í þessum máli eins og ég hef margótt sagt. En þú ert bæjarstjóri, þú ert búin að bæjarstjóri síðan 2005. Þú fær borgaðar 1,5 milljón á mánuði fyrir að bera ábyrgð á öllu sem að framferi í bænum og þú hlýtur að geta verið sammála mér það að það er partur af því sem þú sækist eftir þegar þú sækist eftir pólitískri forystu í Kópavoginum. Hvernig getur þú svo sagt núna að þetta sé einhverju afmælisnefnd að kenna, hún hafi borið ábyrgð á þessu þegar þú ert bæjarstjórinn og átt að bera ábyrgð? Já, það er alveg ljóst það sem að við kemur nefndinni að hún ber ábyrgð á því. Hvernig getur þú sagt að bæjarstjórinn ber ekki ábyrgð á því? Það þarf ekki að fara... Þú ert prókur og hafi bæjarnir, sko. Það segir bara hérna í skýrslunni. En eins og ég segi, ég náttúrulega ber pólitíska ábyrgð á þessu og öðru og eins og ég segi, ég legg það undir dóm kjósenda á 4 ára fresti. Varandi hvort ég ætla að segja að mér eða ekki, þá ætla ég ekki að segja að mér. Ég sé enga ástæði til þess og ég er náttúrulega eðlilegt að pólitískir andstæðingar mínir vilja losna vinni og reyna að sprengja upp meiri hluta. Það er náttúrulega kannski þeirra svona tilgangur í stjórnarandstöðu. En er það, hvað sem því líður, er það þannig, Gunnar, að það séu þá ákveðnir starfsmenn bæjarins, þegar það er að ræða 4-5 starfsmenn, einhverja sviðstjóra hjá bænum sem að skrifa undir þessa reikninga, ætlar að segja með það að það séu samantekin ráð hjá þessum mönnum að reyna að fiffa með bókhaldslykla eins og gefið þér í skinn þarna, fara á svig við útboðsreglur og ýmislegt annað, að þetta sé ykkur samantekin ráð hjá þeim til að gera þetta og hver á þá að axla ábyrgð á þessu máli? Ég hef ekki sagt það, mér finnst það náttúrulega mjög alvarlegar ásakanir þá eins og þú segir, en það er náttúrulega ekki, það getur orðið mistök þegar menn er að færa ákveðin kostnað á ákveðna lykla.
3 reikninga sama daginn. Það bara eðlilegt og það getur vel verið að þessi reikningar hafi verið mismunandi verkefni sem átt að fara mismunandi líkla, það eru skýringar á öllum hlutum. En ég hef ekki reynt starfsmenn Kópavogsbæjar á óheilindum eða óheiðarleika. Og með þessu, eins og þú varst að leggja þetta upp, að þeir væri í einhverju fjárplús starfsemi frjálsri miðlun. Mér finnst þetta stóra orð, Helgi, og ég er ekki alveg ánægður með þetta, því að þessir menn sem hafa unnið þarna áratugum saman margir hverjir hafa aldrei sýnt hana heiðarleika og haft hagsmuni bæjarins að leiðarljósi og reynt að leita eftir bestu verðum og bestu gæðum. Ekki samkvæmt þessari skýrslu, Gunnar. Þá hafa þeir ekki leitað eftir því. Yfirlýsingu þeirra sem þeir geta ekki sannað það, þeir geta ekki sýnt þeim gögn. Sem þessir ágætu menn fengu. Það er nú bara þannig að þú ert að leita eftir tilboðum í verk sem kostar kannski 200 eða 800.000 eða milljón, þá hringir það segir nú bara í reglunum að þú er að sína rafræn gögn, þú átt að væntanlega leita eftir tilboðum það er samkvæmt þessum nýju lögum og það er það sem við gerum núna. Við höfum til dæmis á tímum hérna þenslunar, það var þannig í verkefni okkar fyrir Kópavogsbæ, þá fengum við ekki tilboð nema kannski langt yfir kostnaðaráætlun og urðum að semja við verktaka sem voru á verðum sem við gáttum sætt okkur við. Það er ekki sama. Og þá var það alltaf þetta, í þessum tilfellum var það alltaf þetta fyrirtæki? Ég er ekki að tala um þetta fyrirtæki, ég er bara að tala um almennt. En segðu mér annað, því að það eru alvarlegar ásakanir sem koma þetta fram og þú segir það sjálfur að þetta líti ekki vel út. Mun einhver axla ábyrgð á þessu, því að er það ekki eðlileg krafa? Já, það sem stendur hérna í skýrslunni, aðalathugasemdirnar eru bókhaldslegs eðlis og það verður að sagt ef til vill sé þetta lögbrot en kannski. Ef það kemur í ljós, mun þá einhver axla ábyrgð á þessu, hver þá? Lögbrot, ef það kemur í ljós eftir lögbrot, þá náttúrulega verður menn að hugsa sig hvað hefur gerst, en ég vil benda á. Við vorum svolítið að svara því, við erum að fá að vita hvar ábyrgðin liggur í þessu máli. Ég vil benda á það að ég tek hér við bæjarstjóraembættinu 1. júlí 2005 og þannig að frá þeim tíma náttúrulega ber ég ábyrgð á gjörðum minna starfsmanna og stend bak við þá. Takk kærlega fyrir komuna.